Herra Gunni, ég talaði við þig fyrir viku síðan og steinláguði hérna á heimavelli gegn FH og núna unnuði. Það hlýtur að vera ánægður núna þennan fimmta heldur en síðasta fimmta. Jú, maður náttúrulega bara nánast búinn að þjást í viku. En samt einhvern veginn eftir því oftast sem ég horfði á síðasta leik þá var ég eiginlega bara svona sannfærður um það að við myndum taka það í dag og sá leikur var mjög sérstakur varðandi hvernig markvarslan skiptist á milli liða og við bara lærðum rosalega mikið líka af leiknum og svo mættum við bara klárir í þetta og framkvæmdum hlutina frábærlega á vellinum og vörnin var stórkostleg og Greta kom þá með og samanskapi bara sóknarleikurinn lengi vel, bara góður og já, og bara, framkvæmdi þetta vel og bara mættum með hugafarið og svona ánægður líka bara með karakter á strákunum og svörin, búin að vera í viku sem hefur verið að sparka í þig og allt þetta og tölum um það, eina leiðin er að svara fyrir þetta á vellinum og við gerum það. Töpuðu náttúrulega í dag, hvernig var þessi vika og þurfti líklega ekkert að peppa þína stráka í þetta verkefni í dag? Nei, við tókum góðan hund bara strax á laugardaginn og svona bara það var fyrsta verkefni mitt bara sýna þeim og við fórum yfir þetta og ég sýndi þeim þetta og bara tölfræðin úr leiknum fyrir viku og voru XG, það voru 30-26 fyrir okkur og við gerðum margt vel líka í leiknum, sóknarlega, sköpum okkur fullt af færum, við lærðum bara mikið af því og ég sýndi þeim líka bara smáatriði sem við lögum og svo snýrist ekki bara um taktið, það snýrist líka bara um hugafærið að mæta með rétt hugafær og það ég hef kalla eftir hjá þessu liði að ákveðin og hugafærið sé betra oftar. Sást þessum leik og höfum sýnt það í vetur og við getum þetta en fyrir minn smekk þá vil ég fá svona hugafæra og svona miklu oftar þessum drengjum því að þeir hafa sýnt að þeir geta þetta og nú verðum við bara að fara að ná þessum stöðuleika. Fyrir hálfleikurinn kaldbaksskiptur, þið byrjuðu gríðarlega vel, frjósaði þessu haug, FH komast inn í leikinn, leiðið með 2 í hálfleik, komið gríðarlega stemdir í seinni hálfleikinn, bara reiði það ekki, fyrstu 10 seinni, reiði það ekki í svona leik? Er þetta elta í svona leik? Jú, svona fyrstu 15 kannski í seinni og svo vorum við aðeins klaufa bara að slíta það ekki algjörlega frá okkur fyrr. Þannig þeir hengu í okkur en við kláruðum þetta en jú, bara við mættum klárir í seinni hálfleikinn og varnarleikurinn hélt fannst mér svona mest allan tíman og þeir þurfa að fara í 7-6 til að opna okkur og þá kom Gretar með þegar vörnin svona, þá fylgja markvarslan og það var svona bara grunnurinn í þessu, líka auðvitað munar við fáum Darra inn, þannig við náum að rúlla meira á þristunum, við náum að rúlla Adam Skarpa og Darra meira, þannig ég náum að halda orkustíðinu og þannig að við nýttum aðeins breytina líka vel og bara svona, já, karakterinn líka bara þegar kom áhlaupi á FH, héldum við skipulagi og spilum okkar bolta. Orkan í húsinu í dag, greiðalegur hiti, mér var ekkert eðlilega heitt, mikið læti, býst ekki því sama á laugardaginn og hvernig líst þér á það verkefni? Jú, þetta bara orkan var geggjað núna og bara núna mitt verkefni bara náðum við á jörðina, við höfum ekki afrekað eitt né neitt og við erum komin í úrslitaleikinn og bara stórt verkefni eftir, nú fylgjumst við með hvort liðið vinnur þennan leik og svo bara hefst undirbúningur í fyrramáli og við þurfum að bara núna nýta tíma vel og koma með aðra eins frammistu, það dugur ekkert minni heldur en þetta, það dugur ekkert minni orka en þetta á laugardaginn til að fara með sigur á hólmi og við núna bara undirbúum okkur vel.